Ég vil heilsa ykkur öllum í nafni Jesú Krist og ég þakka Guði fyrir þetta tækifæri sem við höfum hér nú á annan hvítasunnudag þegar þetta hljómar yfir land og yfir þjóð. Ég vil þakka ykkur kórar fyrir dásamlega fallegan söng og mér spurð, hvað svo kirkja á Íslandi sem getur boðið fram 2 kóra í guðsþjónustu eins og við höfum orðið vottar að hér í kvöld. Kórstjórar Árni Arne Bjarnason og Hafliði Kristinsson hafiði þakkir fyrir. Ég man það þegar ég var sjómaður og fiskur var genginn á miðin að þá var sóknin hert og aukin þegar afli fór að glæðast. Við höfum meðbyr hvítasunnumenn, við lásum í Morgunblaðinu núna í vor að það hefði fjölgað í söfnuðum okkar 20,1% á Íslandi síðan 1971. Mér finnst að því skjóta alvarlega og skökku við þegar að guðsþjónustur okkar eru skornar niður helming í fjölmiðlum. Heldur ætti að auka þær og lofa kórnum og kórunum að syngja meira og þið fáið að heyra alvarlegt og kröftugt orð. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í hvítasunnu-kirkjuna Fíladelfíu til að vera við hvítasunnu guðsþjónustu nú á annan hvítasunnudag. Persónulega er ég þakklátur fyrir að ég fæ að vera hér. Ég hef ekki staðið hér í nærri 2 ár vegna þeirra veikinda sem ég hef verið að stríða við, en ég hef aldrei verið betri til heilsu en einmitt núna í dag. Við heilsum þjóðinni með bænum í nafni Jesú Krist og sérlega til þeirra á liðnum tíma hafa hort á eftir ástvinu sínum kéðan af heimi. Við minnustum þeirra farist hafa sluðsförum, þeirra hafa drukknað og gista nú hina votu gröf. Blessuðu minningu þeirra og byggjum ykkur ástvínir huggunar og blessun drottins Jesú. Síðla vetrar, síðastliðin, bárust fréttan utan úr hinu stóra heimi að frelsissamtök Araba, PLO, hefðu komið á fjörur íslenska stjórnvalda og beðið áheyrn og einhvers konar viðræður. Það stakk mig illa þegar ég heyrði þetta og sérstaklega jákvæð svör íslenska stjórnarvalda. Og þar var meðal annars tekið fram að ekkert væri athugavert við að frelsissamtökin fengju rúm á vesturbakka Jórdanar. Innra með mér hrópaði angurverð. Hvers vegna erum við að blanda okkur inn í fjölskyldumál bræðrana Ísaks og Ismael? Það var aldrei þótt góð leið og allra síst fyrir utanaðkomandi að blanda sér inn í fjölskyldu erjur. 1500 árum fyrir Krist er skrifað í 1. Mósebók 15. kapitula og versi númer 18. Á þeim degi gjörði drottinn sáttmála við Abraham og mælti, þínu afkvæmi gef ég þetta land, frá Egyptalands ánni til árinnar miklu, árinnar Efrat. Og svo talið og áfram nánar með landamæri landsins. Mér finnst að við skulum láta þetta standa. Og takið eftir því að fyrirheiti drottins hljómaði til Abrahams og afkvæmis í eintölu hans, og þó átti hann bæði syni og hann átti dætur. Ísraels ríki er aðeins 29.000 ferkílómetra að stærð, eða eins og 4 stórar sýslur á Íslandi. Þetta er naumast til skiptana og alls ekki að það heyrist rödd norðan frá Íslandi að við hefum ekkert á móti því að þetta væri minnkað og gjört smarra. Í Sakaría bók, ég ætla að koma að þessu alvarlega því hér er almenningur mjög fákunnandi, en þá stendur í 12. kapitulunum og í versinu númer 3 svo. Sjá ég gjöri Jerúsalem að vímu skál fyrir allar þjóðir sem umhverfis hana eru, jafnvel Júda mun verða með í umsátinni Jerúsalem. Á þeim degi mun ég gera Jerúsalem að aflrauna steini fyrir alla þjóðir
og hver sá hefur hann upp mun hrufla sig til blóðs og allar þjóðir jarðarinnar munu safnast gegn henni. Látum aflrauna steinin vera og leyfum þá þeim að kljást við hann sem það ætlað. Og núna á þessum helga degi, öðrum í hvítasunnu, skal ég lofa okkur að heyra spádómsorðið sem varpar ljósi á þessa atburði sem eru að ske og eru framundan. Þeir eru mjög alvarlegir. Og við sem höfum hér nóg við okkar eigin mál að glíma og ráðum alla við þau svo vel fari, við ættum að láta þetta í friði og það eftir sem spáður að muni glíma við þessi mál. Í Esekiel spádómsbók í 38. kapitúla er spádómur hvernig að Sovjet-Rússland mun blanda sér inn í þessa hluti. Og þeir munu gjöra það. Og það er eftirtektarvert að lesa þennan kapitúla, 38. kapitúlan í Esekiel spádómsbók. Og svo er áframtalað þetta í 39. kapitúlanum. Og ég bæti því við að þau ragnarök sem núna eru við Persaflóa, þegar ráðist var í dag á stærsta olíuskip heims og fleiri tugir sjómanna týndu lífi. Allt þetta hefur eitt markmið, það stefnir að Ísrael. Og það er andi undir djúpana sem vilja þá í burtu, eyða þeim. Og við skulum gæta okkur að vera ekki haldnir af þeim anda. Hitler gerði það og það fór illa fyrir honum. Þeir spádómsorðið sem talar daginn í dag. Það er leyfilegt í kristilegri samkomu að lesa það sem að Guðsorð segir. Og rödd hins 7. engilsins sem hélt á básúnunni hljómaði. Leys þú englana 4 sem bundnir eru við fljótið mikla Efrat. Og englarnir 4 voru listir sem búnir stóðu til stundar, dags og mánaðar og árs til þess að deyða þriðjung mannanna. Og talan á herfylkingum riddaraliðsins var 2 sinnum 10.000 heyrði ég tölu þeirra. Og öllu þessu mun verða beint gegn Ísrael. 200 miljón manna her eins og hér er talað mun ráðast gegn þessu litla landi og hugsunin er, nú mun það takast. Nú munum við geta gjöreitt þeim, þurrka það út, svo þeir verða ekki framar til. En það mun ekki takast. Því í 39. kapitúlanum í versum nr. 11 stendur svo, ég les Guðs orð, og Biblían er heilagt Guðs orð, og við skulum láta innihald hennar standa. Á þeim degi mun ég ákveða Góg samastað, leggstað í Ísrael, fyrir austan hafið. Menn munu girða fyrir Abaríamdal, þar munu þeir grafa Góg og allan liðsmúr hans og nefna hann Gógmúsdal. Og Ísraels munu vera að jarða þá í 7 mánuði til að hreinsa landið. Hvernig má það vera að þetta litla ríki, sem er ekki starra en ég hef sagt ykkur frá, 29.000 ferkilometrar, með röskum 4 milljónum, mun geta boðið heiminum byrgið og hafa sigur að. Drottinn mun leggja þeim líf. Á öllum fjöllum mínum vil ég kalla á sverðin í móti Góg og Magúg, segir Herran Drottinn, og ég vil ganga í dóm við hann með drepsótt og blóðsút hellingu, með dynjandi steypiregni og haggsteinum, eldi og brennisteini vil ég láta rigna yfir þá. Þetta er það sem framundan er, og látum dóma Drottinn standa og leifum honum að komast að. Íslendingar skiptum okkur ekkert af þessu. Öðruvísi en að við skulum biðja fyrir Ísrael og við skulum líka biðja fyrir Arabunum. Og ég skora á stjórnvöld að taka þetta til greina. Það má ekki henda þá að þeir fái orð Guðs á móti þér. Hér, Abraham, mun ég gefa þetta land og afkvæmi þínu. Og spádómsorðið það stendur. Blessað veri Drottins heilaga nafn. Það er mikið sem hvílir á hjarta mínu hér í kvöld. Ég veit ekki hvort ég kemur í öllu að. En það er fleira sem ég vil draga fram. Ég les hér úr 4. Mósebók.
Hér í miklu góðæri til lands og sjávar stendur þjóðin í þakkarskuld við Drottinn. Þó kveinað og kvartað og aldrei meir en nú. Ekki því að neita skuggar vanblessunar hvíla yfir þjóðinni og landinu, sundrung og óeining og gífurlegt misræmi í lífsafkomu þegnanna. Breytingar virðast hafa orðið til hins verra, sjást þess víða merki. 600 árum fyrir Krist var skrifað í Jeremíu bók mjög alvarlegt orð. Þeir stóðu þá á alvarlegum tíma, Ísraelsmenn, eins og við gerum í dag. Og ég ætla að lesa hér úr 5. kapitúlunum og versi 23. En líður þessir þverúðar fullur og þrjóskur í hjarta. Þeir hafa vikið af leið og horfið burt, en sögðu ekki í hjarta sínu óttum Drottins Guðs vorn sem gefur regnið, höstregnið og vorregnið á réttan tíma, og viðheldur handa oss ákveðnum uppskeruvikum. Misgjörðir yðar hafa fært þetta allt úr skorðum og syndir yðar hafa hrundið blessuninni frá yður. Þvílík alvöru orð sem hér koma fram. Hvað það sem hefur fært úr skorðum og hvað það sem syndirnar hafa hrundið blessuninni frá okkur, hvaða misgjörðir og hvaða syndir? Enginn getur játað á sig syndleysi og við Íslendingar erum ekkert betri en aðrir. Það eru uppi vaðandi syndir hér í þessu landi sem alveg hræðilegar og hindra blessun Drottins yfir þetta land og yfir þessa þjóð. Og ég kem hérna með hárbeitt orð og læt okkur heyra hvað Guðs orð segir ef hægt væri að spyrna við fótum. Ég les úr 4. Mósebók, það stendur í kapitúla númer 35 og versi númer 33. Hér skuluð eigi vanhelga landið sem þér eruð í, því að blóðið vanhelgar landið, og landið fær eigi friðþæging fyrir það blóð sem útelt í því, nema með því blóði þess sem útelt því. Og þú skalt ekki sörga landið, segir Drottinn, landið sem þér búið í, með því að ég bý í því, segir Drottinn. Því ég, Drottinn, ég bý meðal Ísraels manna. Hvaða syndir eru það sem að hann horfir á að eiga sér stað í dag? Finnst ykkur það ekki hastarlegt í þessu góða og elskulega landi að árlega undanfarin ár hafa verið eytt 700 lífum í fóstureyðingum? Haldið þið að þetta sé blessun? Þú skalt ekki sörga landið, segir Drottinn, ég bý í því. Drottinn spurði forðum, hvar bróðir þinn? En með þessu kallast yfir þjóðina mikil vanblessun, sem við öll uppskerum í erfiðu stjórnarfæri. Það verður að stofna til blóðskuldar. Vörum okkur, og ég skora hér á eina íslensku þjóð að gæta sín, svo hún kalli ekki yfir sig hefnd og skuld Drottins. Sjá, ég bý í landinu, ég fylgist með, segir hann. Nú hátíð andans, og bindindi talin einn af ávöxtum heilags anda. Með þjóðinni ríkir svall og drykkjuskapur, og iðulegum helgar farmar að heyra að lögreglan hafi haft svo mikið að gera. Fangahúsin eru full og raunar allt of lítið. Og nú á að bæta við. Hvítasunum menn land allt senda þakkar kveðjur til þeirra, spyrtu við fótum í bjórmálinu allramda í sölum Alþingis. Ég finn mér knúin til að þakka Árna Helgasyni í Stykkishólmi og öðrum baráttum mönnum sem hafa veitt mótspyrnu og staðið í gegn. Hingað til hef ég persónulega virt þingræði og ég hef stuttar allt mitt líf. Nú eftir þessar aðfarir meirihluta landsfeðra sem kristinn Íslendingur, þá skammast ég mín að ég skuli hafa stutt á til þess að sitja þarna inni og iðka þessa iðju.
þeir veita voða yfir þjóðina. Mér spurt, hvernig hefði verið lítið á svona skemmdarverk til sjós? Ef þeir sem átt að vinna á dekki unnu svipað og landsfeðrunir hafa unnið. Ég heyri kallað hvettri röddu úr brúarglugganum á þjóðarskútunni: hættið þið svona vinnubráðum, hirðið pókan ykkar og snáið í land. Ég hef verið til sjós þegar ódugnaðar maður var rekinn, og veistu hvað skipstjórinn sagði við hann? Farðu niður í lukkar og láttu ekki sjá þig á dekkinu. Ég vil ekki að þú fáir hlut úr þeim afla sem kemur í dag, og þegar við komum að bryggju og skaltu hafa drastriði til og ekki fara í land, heldur snáa í land, og það var látið standa. Það er allt of dýrt að greiða landsfeðrum þrefalt, fjórfalt kaup dagsbrúnar verkamanns fyrir svona vinnubröð. Og við sem skattþegnar í þessum landi, við mótmælum þessu og við segjum að skemmda starfinu og niðurrifinu með þjóðarinnar, því verður að linna. Megi Guð almáttugur miskunna sig yfir land okkar og þjóð, og við sem þegnar og einstaklingar taka hér afstöðu til. Í Orðskvöðum Salómons stendur svo: hver æjar, hver veinar, hver á í deilum, hver kvartar, hver fær sára þarflausu, hver fær rauð augu. Þeir sitja við vín fram á nætur, þeir koma saman til að bergja á krydduðum dyrkjum. Horf þú ekki á víni hver rautt það hversu það glóir í bygganum og rennur ljúflega niður. Að síðustu bítur þessum höggormur og spýtir eitri sem maðra. Guð almáttugur gef okkur náð og miskunn, og við skulum virða hina fegustu deigð sem til meðal manna, og það bindindi. Og ég man það dýrmætasta veganesti sem ég fekk frá móður minni var þetta: drekktu aldrei, reyktu aldrei. Skyldu læknavísindin standa með þessu í dag? Ég sattur það. Jæja, að skipa og skamma var sagt mitt spámannin. Þannig hefði hans starf verið, og þið haldi kannski að það verði eintómt svona áfram hér í kvöld. Það væri kannski ástæða til þess. Við verðum að fara að hætta, en áður en við hættum, þá vil ég koma með orð sem snerti texta þessa dags og gefa ykkur orð úr Jóhannesar Guðspjalli, og það ykkur mesta mannkynssögunar sem hefur lifað á þessari jörð. Það var Jóhannes Sakaríasson. Þegar hann kom til þjóðarinnar, þá sagði hann: sjáið, Guðs lambið ber synd heimsins. Og ég þekkti hann ekki, en sá sem sendi mig til þess að stýra með vatni, hann sagði við mig: sá sem þú sér andan stíga niður yfir og hvíla yfir, hann sá sem stýrir með heilugum anda og eldi. Þetta fyrsti texti Jóhannesar Sakaríassonar í Guðspjalli Mattheusar, eða þá í Nýja testamentinu, og ég ætla að gefa þeirri hugsun gaum núna örfá augnablik. Í Mattheusar Guðspjalli 3. kapítul og versun nr. 11: ég stýriður með vatni til iðrunar, en sá mér mokkari sem kemur á eftir mér og ekki verður að bera skó hans, hann mun stýra yður með heilugum anda og eldi. Þegar hann fæddist, þessi mikli maður, þá var samtíða honum doktor Lúkas læknir, og hann gefur honum fæðingarvottorð, og engillinn talaði til Sakaría og sagði: vertu óhræddur, Sakaría, Elisabet konan þín mun fæða þér son, og þú skalt láta hann heita Jóhannes. Þér mun veitast gleði og fögnuður, og margir munu gleðjast yfir fæðingu hans. Hann mun verða mikill fyrir augliti drottins, hann mun ekki drekka vín í áfengan drykk, en hann mun fullast heilugum anda. Og þegar hann kom fram, þá var hann kölluð sinni trúr og boðaði boðskapinn með stýrð með heilugum anda. Hvað að stýrast með heilugum anda?
Jafnvel innan kristninnar eru mjög villandi útskýringar á þessu orði. Hirt hef ég sjálfur íslenskan þjóðkirkjuprest sem hélti fram að hann hefði skýrst með heilögum anda þegar hann var vatni ausinn sem ómálga barn. Það er ekki þannig. Skýrn heilags anda er sérstæð gjöf, einstæð gjöf sem veitist í trú þeim er trúa og ákalla nafni Drottins. Mörgum sinnum er þetta tekið fram í Nýja testamentinu að stýrast með heilögum anda og eldi. Og þegar að vakningin mikla varð í Samaríu, sem er skrifað í Apostalasögunni 8. kapitula, þar trúðu menn orði Guðs og fengu að sjá það rætast og reyna það. Þá sendu þeir til þeirra apostolarnir þeir voru í Jerúsalem, þá Jóhannes og Pétur, Símon Pétur. Þeir fóru norður þangað og báðust fyrir að þeir mættu öðlast heilagan anda. Hann hafði alls ei enn komið yfir neitt þeirra, aðeins voru þeir stýrðir til nafns Drottins Jesú. Síðan lögðu þeir hendur yfir þá og fengu þeir þá heilagan anda. Og hann er gefinn í dag. Og hann er alltaf að gefast og andanum er úthellt. Og spádómaritningarnir segja frá því að það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir allt fólk. Og við erum með í Hvítasunnu vakningunni, sem hefur meðtekið andan, sem á heilagan anda. Og hlutverk okkar er að hamra á þessu og breiða þetta út, undirstrika þetta er fyrir þjóðina, fyrir alla menn, líka fyrir þig. Megir þú nú á helgri Hvítasunnu opna þig fyrir heilögum anda og taka á móti þessu og vertu ekkert að setja Guð í skilmála, taktu við orðinu eins og það er. Þeir urðu allir fullir af heilögum anda og þeir tóku að tala tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Þvílík undursamleg blessun og þvílík náð. Tíma mínum er lokið. Í Jesú nafni. Amen.